Þá komum við á næsta hluta, þetta er hluta 3 og ég ætla að taka fyrir hvernig maður notar þetta hérna og hvernig maður notar arrayið til að raða upp kursornum hérna og hvernig maður býr til þessa ring, þess að draga hringunum til ring og hvernig maður snýr stöfunum, það er að velja það. Við sjáum það þegar við fyrir að vinna í þessu. Fyrsta sem við ætlum að gera, við þurfum að teikna upp kassan sem er þarna. Það er aðalínu, það er tangúl og hann vil byrja hérna 20,25 startið og specify other corners. Það er 70. Við ætlum að finna uppáhaldspunkt fyrir litla kassan. Þá er einfaldast að nota offset skipunina, smella offset og það þarf að stilla þá bilið, það verður 2,5 og þarf að íta 2,5, ekki 2,5. Það er 0,5, þetta virkar á ameríska kerfinu. Vitið þá á space til að samþykkja og þá getur smellt hérna á stóra kassan og smellir svo bara eitthvað fyrir innan. Ef við smellir fyrir utan þá stækkar hann, ef við smellir fyrir innan þá minnkar hann. Smellir hérna með músinni og þá var komið og þá vantar okkur lítinn kassa hérna til að hafa hérna í horninu. Sjá. Það er aftur hérna og ég smelli hérna á hornið, byrjunarritinu hér. Og svo að síðan út að þetta vinnur eftir hnýtakerfinu og þá þarf ég að slá inn 5 og komma og mínus 5. Þá fer hún 5 mm til hliðar og 5 mm niður. Þetta ætla ég síðan að fjölfalda, þennan hérna litla kassa. Það er fjölfalda og nota þá array skipunina hér. Smella hana og þá segir hún, smella hana og select object og þá geti velja hérna kassan, við ætlum array og fylgist við vel með kommalínunni og líka það kemur hérna uppi okkur kipur, svo your space til að samþykkja þetta og þá koma stillingana hérna og koma stillingana hér og við ætlum að hafa þetta stillt þannig að það eru 3 raðir eða columns. Það eru 10 mm á milli þeirra og 20 mm í heildina, ok, það sleppur hérna 20. Það eru 7 raðir og sjá, nú fyrir þetta upp þannig að við höfum mínustölu hérna mínus 10 mm á milli þeirra, þá fer hún niður. Ég íta taptakan alltaf á milli til að hoppa hana 10 og það eru mínus 60 hérna. Excuse me. Og þá getur lokað því. Þá er það komið. Þá erum við að arra þessu upp og síðan ætlum við að eyða þessum hérna aukakassa. Þetta var alveg bara hjálparkassi hjá okkur, þessi hérna. Velja hann og íta djúlið á lyklaborðinu. Síðan getum við sett með texta og ég nota hérna fyrir í textalegirinn texti og ég ætla að velja hérna singular texta og aðeins að kíkja hérna á justify hérna textan, hérna skipunina og ég er í textaskipunni justify og hérna getur stillt, sjá hérna ég niður á kommalínunni hvernig það við ætlum að hafa þetta í middle, það er bara M. Við getum líka slegið upp að staðinu í skipunni sem við erum hérna niðri. Specify midpoint og text og þá renni ég mér hérna inn í, sjá ég, nota þessa hérna sem ég renni músanáttum, sína ég hef áhuga á þessum punktum og renni svona til hliðar og smelli þá þegar þetta er hérna í miðinni. Og þá spyr hún specify paper height hérna á textanum
og ég ætla að hafa hann 3 og specify rotation angle og hann bara 0, þannig að það geta snúast neitt og býti þá bara space eða enter og þá getur slegið inn textan og textin sem á að vera hér er A svona og svo það brýta escape til að nei alltaf ekki íta escape heldur midpoint og það er aftur í þetta svona paper height á að vera 3 rotation 0 og þá getur slegin enter og tab og smellir svo bara fyrir utan músin til að opna þetta og escape það er einfaldast síðan þarf að fjölfalda textan og við getum þá arraya því aftur bara einfallega ég vel bara textan og array og þá gerum við sömu skipanir hérna og áðan það er ein kolum samt það eru 10 mm milli ekki? Og það eru 7 raðir og það er -10 á milli það var kominn og haka hérna við og þið sjáu þá sko að þá getum við smellt inn í tvísmelli bara á hérna textan eins og A hérna breyta því í B tvísmelli íta B smell fyrir þetta íta escape tvísmelli hérna inni íta C og smelli fyrir utan escape A, B, C svona breytum við textanum A, B, C, T F og G gott að íta save reglulega ég sýni ykkur í næsta myndbandi hvernig við gerum hringinn þá